Frumur. Heimurinn gerbreyttist með tilkomu smásjána. Þá gátu menn séð heilan heim af lífi sem fram að því hafði verið ósýnilegt mönnum. Og það er ekki hægt að fjalla frumur án þess að tala Robert Hooke. Robert Hooke var fæddur í Englandi á White-eyju við suðurströnd Englands. Það er ekki til neitt málverk af honum sem vitað er með vissu að sé af honum af ástæðum sem við fjöllum seinna. Hann fór í Oxford-háskóla og lenti þar inn í hópi mjög frægra og merkra vísindamanna. Hann reyndist hafa gríðarlega hæfileika á sviði rannsóknarvísinda og var einn af meðlimum þeirrar bresku akademíu sem stofnuð var með The Royal Society eða konunglega breska vísindafélaginu sem 1660 og var starfsmaður vísindafélagsins og sá meðal hans tilraunir. Robert Hooke sendi frá sér bók, aðeins eitt af fjölmörgum afrekum hans, bókina Mikrografíu, sem ég raunar setti í möppu í námsefninu ykkar undir ítarefni. Og í bókinni Mikrografíu lýsir hann heimi sem ekki sést með berum augum eða sést illa með berum augum. Hann sagði þar frá bæði með orðum og myndum smásjá rannsóknum sínum. Hér má sjá mynd úr bókinni af Flow og hér eru fleiri myndir úr Mikrografíu. Hann var greinilega gríðarlega fær teiknari ofan á margt annað. Hann var líka vísindasnillingur og tónlistasnillingur. En það er við þessar rannsóknir sínar sem hann gerði uppgötvun. Hann var að skoða kork og sá það sem við sjáum þarna á myndinni. Hann sá að korkur virtist gerður úr fjölmörgum litlum hólfum eða klefum eins og hann kallaði það. Og þarna í raun og veru eru vísindin í fyrsta skipti að beina sjónum að frumum. Og enn í dag þá heita frumur cells, sem þýðir auðvitað klefar eða herbergi, og er það komið frá Robert Hooke því að það var nafn sem honum þótti viðeigandi til að lýsa því sem hann sá. Frumurnar minntu hann á klefa í munkaklaustrum. Robert Hooke var langfremsti rannsakandi þessa örsmá heims í nokkur ár eða þangað til ómenntaður hollendingur Antony van Leeuwenhoek fór að senda skýrslur til konunglega vísindafélagsins sem gáfu til kynna að hann byggi yfir miklu fullkomnari smásjártækni heldur en Robert Hooke. Leeuwenhoek raunar átti Robert Hooke færni sína að þakka því að hann hafði keypt Mikrografíu á ferð sinni England. Sjálfur bjó hann í borginni Delft í Hollandi, þar sem hann vann við að selja léreft eða efni, striga í dúka og ýmiss konar vefnað. Og hann hefði lesið í Mikrografíu leið til að búa til ódýrar litlar smásjár, eins og þær sem Hooke notaði sjálfur og honum hafði tekist, það var gríðarlega fær smásjárhönnuður, að búa til smásjár sem stækkuðu mun meira heldur en Hooke hafði tekist. Þessi mynd er frá Delft í Hollandi, heimabæ Antony van Leeuwenhoek og borgin er raunar þekkt ekki síður eða jafnvel ennþá frekar fyrir þá myndlistarmenn eða myndlistina sem var að taka stakkaskiptum á þessum tíma. Mjög áhugaverð heimildamynd eftir bandaríska kvikmyndagerðarmenn Penn og Teller sem eru líka þekktir sem sjónhverfingamenn, fjallar það hvernig bandarískur vídeótækni frumkvöðull sem heitir Tim kemur fram, reynir að styðja þá kenningu sína að frægasti listamaður borgarinnar Delft í Hollandi hafi notað linsur og spegla til að geta málað myndir af óviðjafnanlegri fegurð og nákvæmni. Og hann gerir þetta þannig að hann reynir að án þess að kunna í sjálfu sér nokkuð fyrir sér í myndlist, þá reynir hann að mála eina frægustu mynd Hollendingsins, Vermeers,
og honum tókst það með glæsibrag, mynd Bandaríkjamannsins er þarna hægra megin, og honum tókst að gera þetta án þess að í sjálfu sér hafa mikla hæfileika til listmálunar, heldur beitt hann ákveðnum aðferðum sem auðvelduðu honum að gera þetta. Vermeer málaði frægasta mynd Vermeers er líklega Stúlka með perlu í eyrnalokkana, en hann málaði líka 2 frægar myndir af vísindamanni sem þarna sjást, og kenningar eru uppi að þessi vísindamaður sé einmitt Antoni van Leeuwenhoek, maðurinn sem kom smásjárrannsóknum upp á enn hærra stig. Hér má sjá mynd af Leeuwenhoek með eina smásjá, þetta var frekar einfaldur búnaður, með honum rannsakaði hann alla hluti. Hann rannsakaði með brauðmyglu og sáðfrumur og ýmislegt fleira, en hann er fyrst og fremst áhugaverður í líffræðinni fyrir það að hafa uppgötvað áður ósýnilegan heim lítilla lífvera sem hann taldi að væru dýr og kallaði smádýr, eða það sem var þýtt á ensku animalcules, á íslensku verið þýtt sem dýrildi. Þarna getið þið séð hvernig smásjárnar voru hannaðar. Það var lítil glerperla sem hort var í gegnum, og svo var sýnishornið á prjóni eða pinna sem hægt var að færa upp og niður og fram og tilbaka. En meðal þess sem Leeuwenhoek er talinn hafa séð fyrstur manna voru sníkjudýr, örsmá sníkjudýr og jafnvel bakteríur sem voru miklu smærri en svo að Robert Hooke eða nokkrum öðrum tækist að sjá þær. Þegar Leeuwenhoek skoðaði blóð þá sá hann að blóð var samsett úr blóðfrumum, og hann teiknaði þessar litlu myndir sem eru þarna innfeldar, og stækkun smásjá hans hefur verið svona einhvers staðar í kringum 300-föld stækkun, þannig að það hefur verið nær þessari miðjumynd þarna heldur en þessari minnstu, en hann náði aldrei stækkun á borðið það sem sést þarna neðst. Og til að sjá hversu litlir þessir hlutir voru sem hann var að sjá, þá sjáum við nú á þessari mynd að það er tiltölulega auðvelt að sjá rauðu blóðkornin, en þarna má sjá rautt blóðkorn við hliðina á bakteríu eða gerli, og svo við hliðina á gerlinum enn minni gerlar og veirur, og hérna þarna má sjá hversu smár þessi heimur er. Jæja, tölum aðeins um flokkun þess, hvar eiga þessar smáverur heima í flokkun lífvera. Fram að þessu þá voru þekkt í raun og veru 3 ríki lífvera, dýr, plöntur og sveppir. Eflaust hafa margir haldið og héldu á þessum tíma sveppir væru plöntur, en þeir eru það alls ekki. Sveppir eru erfðafræðilega mjög óskyldir plöntum. Í raun eru sveppir skyldari dýrum heldur plöntum erfðafræðilega, en lengi í nokkuð tíma þá töldu menn að það væru 5 ríki lífvera, og hið merkilega er að Leeuwenhoek sá fyrstur manna lífverur í báðum þessara óþekktu flokka á sínum tíma. Það er flokkur sem við köllum frumverur, sem eru mjög einfaldar lífverur, en síðan enn einfaldar lífverur sem eru svo kallaðir dreifkjörnungar. Báðir þessar flokkar eiga það sameiginlegt að lífverurnar í þessum flokkum eru bara ein fruma að stærð, og við köllum þetta einu nafni örverur. Munurinn er að frumverurnar eru fullkomnari eða flóknari að gerð heldur en dreifkjörnungarnir. Dreifkjörnungarnir eru bakteríur eða gerlar, en frumverurnar geta verið flóknari og þær hafa allar frumukjarna sem verndar erfðaefnið, og það er þessi munur sem skiptir öllu máli. Það er hvort fruman hefur kjarna eða ekki. Frumur sem hafa kjarna þær geyma erfðaefnið í kjarnanum, en dreifkjörnungar eða einföldustu lífverurnar hafa erfðaefnið einfaldlega bara inni í frumunni, og í þeim flokki eru bara bakteríur eða gerlar. Einfrumungar, lífverur gerðar úr einni frumu, köllum við frumverur, en svo eru til fjölfruma lífverur eins og dýr, plöntur og sveppir. Robert Hooke og fleiri reyndu árangurslaust að sjá margt af því sem Leeuwenhoek hafði séð, og sumt einfaldlega tókst þeim alls ekki að sjá, sumt tókst þeim að sjá eftir
hríð og þá efuðust þeir að Leeuwenhoek hefði nokkuð séð sumt af því sem hann lýsti og þessi efi í raun og veru mjög góður og nauðsynlegur í vísindum. Það gengur ekki að fallast á niðurstöður annarra að óreyndu og sem dæmi mikilvægi þess að trúa ekki bara í blindni á fullyrðingar annarra má benda á til dæmis niðurstöður vísindamannsins Nikolásar Hartsokker sem að sagðist hafa séð við rannsóknir sínar á sáðfrumum að í sáðfrumum væru litlar mannverur og í raun og veru þá trúðu menn nokkra tíð að hlutverk kvenna í æxlun væri einfaldlega bara að gefa þessu litla fólki sem karlmenn framleiddu stað til að vaxa og nærast og stækka sem þetta algjör þvæla. Það leið langur tími þar til menn áttuðu sig á í raun og veru hinu eiginlega hlutverki frumna í líffræði og þá varð til frumukenningin svokölluð cell theory á ensku sem enn í dag grundvallarkenning í allri líffræði. Höfundar frumukenningarnar eru gjarnan sagðir vera tveir menn þýskir, Matthias Leiden sem var plöntufræðingur og sagði og fullyrti að allar plöntur væru gerðar úr frumum og Theodor Schwann dýrafræðingur sem fullyrti það sama dýr og þeir voru reyndar ósammála eitt tiltekið atriði og sá sem leysti úr þá deilu var Rudolf Virchow sem er stundum sagður þriðji meðhöfundur frumukenningarinnar. Hún fjallar það að fruman sé kjarni alls lífs á jörðinni og henni gjarnan skipt í 3 þætti að allar lífverur séu gerðar úr einni eða fleiri frumum, að fruman sé minnsta lifandi einingin, grundvallareining alls lífs og að frumur geti ekki orðið til á sjálfum sér heldur séu nýjar frumur alltaf í raun afsprengi eldri frumna. Þetta ekki alveg óumdeilt. Það til dæmis fyrsta forsendan þarna við lendum í vandræðum þegar við skoðum veirur því að veirur eru ekki gerðar úr frumum og veir, eða þannig lagað, veirur það umdeilanlegt hvort veirur eru höfuð lífverur, við fjöllum það seinna. Og þriðja setningi þarna, þetta var eitt af því sem Leiden og Schwann deildu að hvort að frumur gætu aðeins orðið til á öðrum frumum og þetta kemur þessi heimspekilega spurningum ef að frumur verða ekki til af sjálfu sér, hvernig var þá lífið til í upphafi? Margir trúðu því raun og vera líf gæti sprottið upp við alls konar aðstæður og svo kenning var lengi vinsæl að líf gæti kviknað af sjálfu sér og kenningin sjálfskviknun lífs var lífseig og hana þurfti að afsanna. Meðal þess sem var talið sannana var að kjöt sem skilið væri eftir í einhvern tíma að í því myndi fæðast líf, í því eru til flugur. Sama var sagt alls konar rusl að þar gæti orðið til mýs og loks seinna þegar búið var afsanna í raun og veru þetta tvennt þarna fyrir ofan þá trúðum við því samt að líf gæti orðið til á sjálfu sér því að ef þú settir sykur í dauðhreinsað vatn þá myndi myndast gerlar eða bakteríur í vatninu. Gegn þessu komu vísindamenn og stefndu fram þeim hugmyndum að þetta væri alls ekki svo að lífið yrði til í rusli eða öðrum dauðum hlutum, heldur hlytu bæði flugurnar og mýsnar og gerlarnir að eiga sér forfeður af sömu tegund. Flugur hlytu bara hafa komist í kjötið og fræg tilraun eftir Ítalan Francesco Redi átti að sýna fram á þetta þar sem hann sýndi að kjöt, þó vissulega mynduðust bæði maðkar og síðan seinna flugur í rotnandi kjöti, þá gerist það ekki ef flugur kæmust ekki að kjötinu og gilti þá einu hvort að var að ræða innsiglað ílát eða ílát sem andrúmsloftinu væri hleypt að. Það var erfiðara að afsanna þetta með sykurvatnið því að þetta virtist raun og veru gerast að ef í tilraunaglas var sett sykur og það látið sitja þá mynduðust bakteríur, þá birtust bakteríur í sykurvatninu og fjölguðu sér og það var Louis Pasteur, franski vísindamaður sem afsannar þetta og takið eftir hversu löngu seinna þetta er á 19. öld á meðan að Redi á þeirri 17.
En hér, þetta það sem Pasteur gerði. Hann setti sykurvatn í ílát, svo var það soðið til að dauðhreinsa það, þannig að það væri örugglega ekkert lifandi í því. Og ef á flöskunni var háls, sem hefur verið kallaður svanaháls, svona boginn háls, þá birtust ekki gerlar í vatninu. En ef andrúmsloftið komst ofan í flöskuna, þá birtust gerlar, og hann hélt fram þeirri tilgátu að þetta væri vegna þess að í ryki þá einfaldlega væru gerlar sem bærust þarna ofan í, sem síðan reyndist rétt, því að ef að rykið var síðan rykinu var síðan sturtað ofan í flöskuna, þá birtust gerlarnir á ný. Skoðum betur þessi 5 ríki lífvera: dýraríki, plönturíki, svepparíki, frumverur og dreifkjörnunga. Í raun og veru er þetta mjög umdeilanleg flokkun og menn eru ekki endilega sammála hana. Til dæmis þykir ekki neitt í sjálfu sér greina dýr, plöntur og sveppi í sundur líffræðilega, ef það síðan borið saman hversu gríðarlega ólíkar þessar lífverur eru dreifkjörnungum í grunninn, í frumunni sem er grundvöllur alls lífs. Bakteríur eða gerlar eru mjög ólíkar frumverur. Frumurnar eru allt öðruvísi, og sumir hafa einfaldlega sagt að það ætti að skipta þessu í 2 hópa. Það eru dreifkjörnungarnir öðrum megin og svo allt hitt hinum megin, því að frumurnar í okkur, dýrunum, plöntunum og sveppunum eru náskyldar frumunum í frumverunum. Skoðum þetta aðeins betur. Á síðustu áratugum hafa menn átt að sjá því að það eru til 2 mjög ólíkar tegundir baktería eða gerla. Það eru til ennþá frumstæðari gerlar sem eru erfðafræðilega ólíkir nýrri tegundum gerla, og hér má sjá svona þróun þessara hugmynda. Það ekki eftir að 5 ríkja kenningin, hún kemur fram þarna 1969, þar sem er gerlaríki og frumverurnar og sveppir og jurtir og plöntur. Síðan 1977 fara að koma inn þessi tvískipting og ólíkir gerlar, og svo er svona vinsælt í dag að líta á þetta ekki sem ríki heldur sem 3 lén, þar sem þú hefur gerlana í 2 flokkum, og svo hefur allar hinar lífverurnar saman, vegna þess að þær hafa frumur sem eru erfðafræðilega tiltölulega einsleitur hópur, það er að segja þessi heilkjörnungar með kjarna með erfðaefninu í. Það er í raun ótrúlegt til þess að hugsa að sýnilegt líf á jörðinni er ekki nema agnarögn af lífi. Í hvíta hringnum þarna á bláu greininni eru sveppir, dýr og plöntur. Allar lífverur sem sjást með berum augum. Mikill meiri hluti alls lífs á jörðinni er ósýnilegum berum augum. Það hins vegar sýnir bara hversu mikið afrek það var hjá Antoni van Leeuwenhoek að hann var fyrstur til að sjá bæði frumverur og gerla, og í raun og veru sjá oss, en hann tókst ekki að sanna í raun og veru þetta væri til, vegna þess að aðri gátu ekki nema upp á mjög takmörkuðu leyti endurtekið rannsóknirnar, og það var síðan ekki fyrr en seinna með mótun raunverulegra vísindakenninga sem við fórum að átta okkur almennilega á þessu og erum enn að. Hér er stutt mynd Leeuwenhoek og önnur mynd frumukenninguna sem ég mæli með þið horfið á, en svo skuluð kíkja á kennsluáætlunina og skoða stikkorðin þar.